Það var komið að mæleiðsögn fyrir krabba. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki allra. Það taka til sín sem eigi. Ef að lesturinn fyrir sólarmerkið passar engan veginn fyrir þig í þetta skipti, þá getur það kannað önnur merki úr stjörnukortinu þínu og þar ber sérstaklega að nefna tunglmerkið þitt og rísandamerkið þitt. En við skulum dæmba okkur á lesturinn og byrjaði að átta hvaða krabba ég er að tala við. Við skulum sjá hvað er framundan hjá þessum krabba. Við fáum leiðsögn fyrir krabba. Og við sjáum hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa framtíðina. Ok. Kæri krabbi, ef við lítum hérna aðeins aftur á bak, þá er hérna eins og að annaðhvort hafið þú þurft að taka ákvörðun eða það hafi verið tekin ákvörðun, mjög erfið ákvörðun. Svolítið svona annaðhvort eða, halda eða sleppa, aftur og bak eða áfram, engin millivegur sem að var þér mjög sár. Og stundum þó maður taki réttar ákvarðanir, að þá er það samt engu að segja sárt. Og þetta er alveg svona virkilegt hjartasár og svona, já, mikil sorg sem fylgir þessari ákvörðun og í rauninni svolítið svona það allavega þurft að fara annaðhvort eða sitthvora áttina eða það er bara hægt að velja aðra leiðina þegar maður stendur á krossgötum. Það er svona, þú getur ekki farið allar áttir, þannig að það þurfti að velja einhverja leið og það er sársaukafullt þó að það hafi verið rétt leið. En þegar núna er eins og sért þrátt fyrir þennan sársauka að þá ertu samt einhvern veginn á svona vinningsferð. Þú ert að ferðast fyrir þig, þú ert að stíga skrefin fyrir þig og ert að halda áfram og einhvern veginn að halda áfram líka bara í þínu markmiðum og þínu þroska á þínum forsendum fyrir þig og þú ert á mjög góðri leið og það er mikill ávinningur í því fyrir og það er einhvern veginn að svona þrátt fyrir að þessi sársauki hafa komið þá ertu svona á þessari vinningsbraut. Þú ert einhvern veginn að sigra. Þannig að þessi ákvörðun greinilega rétt fyrir þig þó það hafi verið sárt. Að þetta er stundu þar maður að stíga mjög þung skref og því getur fylgt mikil sársauki þó maður viti að maður sé að gera rétt og að það fylgir því jákvæðar breytingar. Ef við skoðum hvað er framundan hjá þér, þá er fyrir að fyrsta það að vera að leiða þig áfram á þinni vegferð, sérstaklega þinni andlegu vegferð og það er hérna áminning það að sama hversu dimmt það er eða sama hversu sama hversu mikið manni finnst maður að vera í myrkrinu, þá er alltaf eitthvað ljós og við getum alltaf fundið þetta ljós til að leiða okkur og það er það svona sem að tunglið er sýnilegt á himninum
Það er verið að sýna okkur ljósið um myrkrinu. Og það eru hérna miklir fögnuðir, það er mikil heilun, það er verið að uppfylla óskir og það er mikill andlegur styrkur og stuðningur með þér. Og þú greinilega ekki eitt þó þú sért að vinna fyrir þig. Þegar þú með mikil stuðning á þinni vegferð og í þínu þroska í því að elta ljósið og fara gegnum þína erfiðleika og þína skugga, að þá alltaf þetta ljós sem að fylgja þér. Og eins og ég segi, mjög mikil heilun aftur hérna ljósið í myrkrinu. Og mér finnst eins og sért að, þú ert á leiðin að uppfylla einhver óskir sem að þú hefur geymt með þér og borið með þér í talsverðan tíma. Þannig að þessi sársauki verður að baki og leiðsögnin líka þetta að líta á heildarmyndina, lítu svolítið á stóra samhengið, ekki gleyma þér í smáatriðunum, horfðu á stóru heildarmyndina, horfðu á líka alla vegferðina sem þú ert búið að fara, hvað þú hefur tekið með þér til þess að komast á þennan stað sem þú ert á núna og hvað þú ætlar svo að gera, taka það fyrir hendur næst, hvaða vegferð framundan, þó maður sjá hann ekki endilega svona kortlagt, en taktu eftir, sjáðu heildarmyndina og einhvern veginn vertu líka svona með opinn huga. Vertu svolítið eftirtektarsamt í kringu þig, umhverfið þitt. Þannig að ekki gleyma þér smáatriðum og horfðu svolítið á heildarmyndina. Af því að framundan í kjölfarið að þessu öllu saman, þá eins og rísir endurnýjað með einhverja nýja hæfni, nýjan þroska, nýjan eldmóð líka bara, nýjan kraft. Finnst eins og þú komir svolítið endurnýjað út frá þessu og tilbúið eitthvað neginn í næsta kafla og með mjög miklu aukna þekkingu og skilning. Þannig að þetta er stór kafli hjá þér. Ertu að stíga hérna út einhverju sársauka og ertu að fara í þessa vinningsferð með sjálft þig, að stækka og öðla þig og færast alltaf nær og nær þínu leiðarljós í lífinu og lærir alveg gífurlega og svona þetta er undirbúningur fyrir næsta stóra kafla í þínu lífi. Þannig að við skoðum hér aðeins betur, fáum aðeins meira. Þegar það er eins og þrátt fyrir hann sársauka þá þú ert að skapa þér lífið. Það er ekki það að það hafi endilega verið teknar ákvarðanir fyrir þig, þú veist, lífið gerðist ekki bara við þig, heldur ert þú að taka stórar ákvarðanir fyrir sjálf þig. Það er ekki bara verið að leiða þig. Ég sé líka að þú ert búið að vera að næra og rækta þig mjög mikið í talsverðan tíma og svona á eigin vegum og forsendum og jafnvel svolítið svona á eigin spýtur. Það er hérna líka aftur varðandi stuðningin sem þú hefur. Þú hefur stuðning bæði hérna megin og hinum megin. Það er að segja í veraldlega lífinu okkar og í andlega lífinu okkar. Í þessu veraldlega lífi ertu líka með rosalega öflugar tengingar og öflug sambönd og mikla væntumþykju. Það fylgir
og þetta það sem þú hefur beggja vegna frá, mikil vinátta, mikil kærleikur. Þannig að þú ert mjög ríkt af stuðningi og orku sem að elskar þig. En núna ertu eitthvað neginn, þú ert á ferðinu, þú ert eitthvað neginn svona á hreyfingu, ert svona nánast á förum. Þú ert á hreyfingu fram á við og því fylgir rosaleg svona óska uppfylling. Þú ert að láta haminguna þína rætast og óskinar þína rætast. Það er svona, þetta er stór kafli í þínu lífi og þetta mun fylgja þér áfram á mjög góðan hátt. Mikil lærdómur sem fylgir þessu og það hófst í rauninni allt saman með þessari erfiðu ákvörðun sem maður þurftir að taka, sem var mjög sárt og erfitt að taka, en það er að koma þér inn í þessi kaflaskil sem þú ert í núna og mun skila svona miklu fallegu til þín. Ég vil fá hérna að lokum eitt erkienglaspil með örstutt skilaboð til daginn fyrir, taka kannski svolítið svona heim og saman. Og það er hér erkiengill Áróra. Velkomnaðu nýtt upphaf og leyfðu sólinni að lýsa upp lífið þitt. Að það er þetta bæði sem þú ert að gera. Þú ert að opna fyrir og taka bara opnum faðmi við nýju upphafi, nýju kafla í lífinu. Og það er þessi áminning að sama hversu dimmt verður, þá birtir alltaf að nýju. Það er alltaf ljós í myrkrinu, hvort sem það er tunglið yfir nóttina eða þegar sólan tekur við. Við erum alltaf með ljós með okkur, sama hversu dimmt við upplifum lífið. En þá ætlum ég að segja þessari lesun lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönnu rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.